Það er mjög langt síðan ég hef gert uppáhaldsvídeó og ég ákvað að taka upp eitt svoleiðis í dag. Ég get eiginlega ekki kallað þetta uppáhalds í mars eða apríl af því þetta er bara uppáhalds síðan ég veit ekki hvenær. Þannig að ég ætla bara að segja uppáhalds undanfarnar vikur. Þetta er bara þær vörur sem ég hef notað mest undanfarnar vikur og sumar af þeim hef ég fengið gefins og aðrar hef ég keypt mér sjálf. En ég fæ aldrei borgað í peningum fyrir að fjalla vörur. Skulum hafa það á hreinu. Ef þið kíkið undir þá getið þið séð hvaða vörur ég fekk að gjöf frá fyrirtækinu. Ok, þá skulum við byrja. Byrjum á þessum hér, gaur. Þetta er Biotherm Wonder Mud. Þetta er svona áhrifamesti maski sem að ég hef prófað. Hann hreinsar rosalega vel. Þetta er svona maski og skrúbbur í rauninni. Maður ber hann á andlitið, lætur að bíða í 3 mínútur, ekki lengur af því hann er mjög öflugur og svo er í honum korn og maður nuttar og skólar svo af. Mér finnst að vera búin að halda húðinni minni mjög hreinni. Ég nota hann svona cirka 1 sinni í viku. Tann. Ég elska tann. Ég elska að vera hvít en ég elska líka að vera brún. Ég elska að breyta til. Þetta er St. Tropez Wash Off Face and Body Lotion og þetta er brúnka sem að þvæst af í sturtunni og þú veist, nærði hann ekki af nema með sápu þannig að þú ert ekki eitthvað að passa þig og þú veist, ég veit ekki, að fara í vatnsdropi á þig eða eitthvað svoleiðis. Þetta er algjör snillt til dæmis yfir aðra brúnku. Mér finnst það gott að nota þetta til dæmis þegar ég er með venjulegt brúnkukrem og þar aðeins byrja að svona feita, þá skelli ég þessu yfir og fæ aftur bara svona, já, mjög góðan lit. Og undirtónninn í þessu er betri finnst mér heldur en í hinum St. Tropez vörunum. Mér hefur fundist hann svolítið svona grænn, svona ólífulitur sem að hendar ekki mínum húðtón en þess sem eru svona einhvern veginn öskulitaður sem að er mjög gott in my opinion. Very nice alike. Eitthvað svona lifting í toppnum hérna meginn þannig að það virkar eins og það sé skakkur. Við erum að bæla niður. Okay. Höldum áfram með vörur. Þetta nætukrem frá Body Shop, þetta er Oils of Life nætukremið. Þið hafa nú séð mig mæla með olíunni sjálfri. Hún er algjör snillt, en mér finnst nætukremið betra. Ég vakna eins og einhver bara geðja á morgnana. Þetta gerir hana svona ótrúlega stinna og mjúka bara og ég elska þetta. Þetta er eitthvað svona húðdóp. Mátti til með að henda þessum bursta hérna með. Ég er búin að nota hann svo ótrúlega mikið. Þetta er Sculpting Brush frá Real Techniques. Þið sáu hann örugglega ef þið eru búin að horfa á Real Techniques uppáhaldsvídeóið mitt. Kíkið á það, það er síðasta vídeó sem ég gerði, held ég. En ég er búin að nota hann í að skyggja á mér fésið og hann er super. Meira fyrir húðina frá Body Shop. Ekki horfa á naglalakið mitt, horfum við á þessar umbúðir. Sjáðu hvað þeir eru svona minimalískar og fallegar. Umbúðirnar hjá Body Shop eru að verða svo ótrúlega flottar. En þetta er þessi Drops of Light og það er serum sem á svona bara að jafna á húðtónin, gera svitahólurnar minna áberandi og eitthvað svoleiðis. Og mér finnst þetta gæti verið að virka vegna þess að ég er að nota þetta hérna undir dagkrem mitt og mér finnst einhvern veginn húðliturum minn allur vera svona orðinn bjartari, skiljið. Ég er ekki svona dull lengur. What is this? Primer, ok. Nú þarf ég að breyta stellingu. Ég er að fara að segja ykkur sögu. Ég nota aldrei rakagefandi præmera. Rakagefandi præmerar hafa yfirleitt bara breytt húðinni minni í eitthvað svona olíupoll og ég nota frekar præmera sem eru olíulausir og gera húðina matta. Og ég fékk senda frá haustfjörð.is 2 Milani præmera, nýja. Annar var svona mattur og þessi er hydrating en hann er líka pore minimizing sem ég þarf á að halda af því ég er með svitahólur á starfi bara Svíþjóð eða eitthvað. Ég náttúrulega gaf þessum ekkert séns til að byrja með ég hef ekki til þennan að gera. Ég ætlaði bara að nota hann á eitthvað annað fólk, eitthvað fólk sem væri svona frekar heppið með húð. Og notaði hennan mattandi præmer, fannst hann fínn. Svo ákvað ég einn daginn að prófa þennan og mér líkaði svona 1000-falt betur við hann. Ég veit ekki af hverju. Hann býr bara til ótrúlega fallegan grunn undir þá farða sem ég hef notað með honum og hann er bara svona einhvern veginn léttur og fallegur, ég get ekki lýst því, en hann er olíulaus líka þessi. Þetta setting spray fékk ég sent til að prófa, þetta er frá Inglot, heitir Makeup Fixer og ég hef verið að nota þetta non-stop síðan, þið sjáu það líka bara á flöskunni. Búin að eiga þetta í 2-3 vikur eða eitthvað, já,
Ég nota kannski svolítið mikið af þessu. Þetta bara lætur allt blandast einhvern veginn svona betur saman og heldur farðan kjörum. Og það mjög fíngerður úði á þessu. Algjör snilld. Annað frá Inglot sem ég elska topcoatið þeirra matta. Mér finnst það ótrúlega cool. Þú getur breytt bara hvaða naglalakki sem í matt naglalakk. Og ég hef prófað mörg mött topcoat en þetta það langbesta sem ég hef prófað. Annað fyrir neglur sem ég búin að vera að elska Essie naglalakka hreinsirinn. Good as gone. Sko, ég vön að nota svona dip-gaura eins og Maybelline og L'Oreal-gaurina. En af því ég nota svo mikið af glimmernaglalökkum, þá ákvaði ég að hætta að nota svoleiðis í bili. Af því að þeir verða bara allir út í glimmeri. Þannig að ég að nota þetta með bómull. Það bara fer allt strax af. Ég held mér að sé til spes-gaur fyrir glimmernaglalökk. Þannig að hann örugglega bara eitthvað amazing. Þetta mjög langt vídeó, ég veit það. Og ég að reyna að vera stuttorð þetta. Já, ég hef svolítið verið að tanna mig í drasl undanfarnar vikur. Ég búin að vera bara eitthvað svo döll að mér finnst og gott að setja mig smá brúnku. Og þetta fékk ég að prófa daginn. Þetta White to Brown. Mér búið langa að prófa þetta brúnkukrem mjög lengi. Þetta sem sagt spray og ég loksins prófaði það. Ég búin að setja á mig svona 4 sinnum kannski síðan ég fekk það. Og það mjög næs. Það mjög auðvelt að bera það á sig. Úðin þannig að það dreifist rosa vel úr honum. Ég nota hanska með því yfirleitt bara svona til að aðeins að jafna litinn. En annars þetta bara svona fötið og maður eiginlega bara tilbúinn. Og maður getur eiginlega farið strax í fötin. Maður verður ekki svona super sticky. Þetta White to Brown, fæst hjá NYX á Íslandi. First Aid Beauty Facial Radiance Polish. Langt nafn. Þetta sú hreinsivara fyrir andlit sem ég hef verið að nota hvað mest upp á síðkastið. Þetta skrúbbur en það má samt nota hann daglega. Held ég alveg örugglega. Oh my god. Haldið ekki. Use daily. Oh my god. Ég held ég að vera að miskilja eitthvað. Ég nota hann samt bara svona annað hvern dag kannski. Ég alltaf með hann í sturtunni. Algjör snilld, hreinsar rosa vel. Ég nota hann líka með Clarisonic. Bara, why not? Ég held að þetta tvennt og Clarisonic sé að gera húðina mína bara mjög hreina þessa dagana. Mjög ánægð með þennan og hann ilmar dásamlega. Sólapúður frá Makeup Store. Ótrúlega cute munstur. Og það sem sagt að gefa svolítið svona ljóma. Og mér finnst það passa voða vel með eins og brúnkunni sem ég fæ af þessu sprayi. Sem ég með núna til dæmis. Gefur svona svolítið gylltan ljóma einhvern veginn. Ég nota þetta náttúrulega ekki til að skyggja neitt svoleiðis. Þetta bara svona að gefa húðinni svona fallega áferð í lokin. Annað púður, þetta frá YSL og heitir Matte Finish and Blur Without Additional Coverage. Nei, það heitir það ábyggilega ekki. Það heitir ábyggilega Poudre Compact Radiance. Alltaf lagi Pokémon. Ég kann ekki bera fram nafnið á þig. En þetta mattandi púður og það svona hvítt. Og það blurrar bara allt. Þetta ótrúlega fyndið, þetta bara svona eins og maður sé að photoshoppa sér andlitið. Ef maður byrjar að glansa einhvers staðar, setur þetta upp, það bara dú. Það gerir mann ekki svona þurran í framann, heldur bara að gera allt svona silkimjúkt og matt. I love this, þetta alltaf í veskinu mínu núna. Þetta mjög gott stöf. Þetta eru augnhreinsiklútar og ég nota hreinsiklútar rosa mikið. Sérstaklega bara þegar ég heima og að taka af mig make-up, setja á mig nýtt. En ég nota það líka bara kvöldin þegar ég að taka af mig make-upið áður en ég þvæ mér í framann. Og þessir eru frá Skin Iceland og eru sérstaklega ætlaðir fyrir augun. Þeir eru ótrúlega svona mildir og það mjög góð lykt af þeim. Og ég nota þá reyndar líka bara yfir allt fésið. Eins og til dæmis á kvöldin þegar ég að fara að þvo mig í framann, þá tek ég bara allan farðan af mig með þessu. En þetta er sjálfsögðu ekki nóg eitt og sér. En til að taka augnferða það nóg. Mér svíður oft rosa mikið í augun undan svona hreinsiklútum en alls ekki af þessum. Ég veit hvað að hugsa. Hún ekki verið búin? Þetta alveg að vera búið, jú. Næst ég með Melt Cosmetics Dark Matter Stack sem svona augnskugga sett. Þetta eru 4 augnskuggar saman. Wow. Ég er að reyna að passa að þetta ekki í gólfið. Og þetta bara þessir litir sem ég nota rosa mikið. Svona ryðgaðrauður og
svona brúnir. Þetta er rosa sniðugt til að hafa í kittinu. Ég er búin að nota eiginlega, ég hef enga aðra augnskugga notað svona í skyggingar eiginlega síðan ég fékk þá. Og þeir eru rosa pigmentaðir, auðvelt að blanda það út og já, þú veist, þeir eru náttúrulega líka bara, þetta er super cool, svo spegill hérna. Pantaði þessa af Melt Cosmetics síðunni og hérna, þetta kemur í svo flottum kassa og eitthvað, ég er heilluð af þessu merki, ég á fleiri vörur frá Melt Cosmetics og þetta er ekki það síðast sem ég á eftir að kaupa. Hér er highlighter, eða öllu heldur augnskuggi sem ég nota sem highlighter, sem ég fékk frá Makeup Store. Hann er ótrúlega fallegur, heitir Moonshadow og er í litnum peach. Hann gefur bara svona ótrúlega fallegan ljóma, ég veit ekki hvort þið sjáu þetta. Ég hef í rauninni ekki ennþá prófað hann sem augnskugga, en ég nota hann stundum í innri augnakrókinn og svo líka bara til að highlighta andlitið. Naglalakk sem að ég varð ástfangin af er þetta hérna, OPI I'm So Swamped. Og þetta er svona Swamp Witch litur, einhvern veginn. Mjög cool litur, svona slímgrænn. Þetta er semst einn af voru sumarlitunum frá OPI. Og já, sjúklega töff litur. Hann er alveg eins og bíóþermaskinn. What? Maskari sem að ég hef notað mest er Grandiose frá Lancome. Ég hef talað um þennan oft áður. Hann er með svona fogged up bursta. Mjög skemmtilegu maskari. Gerir rosa mikið fyrir mig. Ég elska hann. Og já, ekki meira um það að segja. Til að næra varirnar mínar hef ég verið að nota þessa varaolíu frá Milani. Þetta er svona serum. Já, ég er bara búin með það, mér sé. Það er búið. Andjóks. Ég líka baða varirnar á mér upp úr þessu sko. Og, oh my god. Lyktin er sjúklega góð. Minnir mig svona vínberjalykt. Og bara ef ég setja á mig á kvöldin þá vakna ég með ótrúlega mjúkar varir. Juicy Shakers frá Lancome eru búin að vera í stanslausri notkun hjá mér síðan ég fékk þá. Ég fékk 2 liti en ég nota þennan meira, þessi heitir Lemon Explosion. Og hann er eiginlega bara, hann er svona ljósbleikur einhvern veginn og svona smá glimmer en hann virkar eiginlega bara glær þegar hann er komin á hann. Sjáu hann hérna. Og ég er bara háð þessu. Þetta er eins og svona lítill kokteilharistari. Það er tvöföld formúla sem að maður hristir saman og svo opnar maður hann svona og það er svona púði og ber á varirnar. Þetta bara einhvern veginn gerir varirnar á manni sjúklega juicy. Og hérna ég sem manneskja sem fílar matta varaliti eiginlega bara, þá er svolítið ótrúlegt að ég sé að nota þetta. En stundum breytist maður. Og hérna ég hugsa að ég verði bara svolítið með svona gloss og olíugaura í sumar. Fáránlega góð lykt. Talandi um matta varaliti, þá er ég auðvitað með svoleiðis líka. Born This Way frá Model Rock. Hann er svona nude, ótrúlega fallegur. Svona svolítið grátóna base eitthvað. Formúlan er yndisleg. Þeir endast ótrúlega lengi á og flagna ekki af, sem er mjög góður kostur. Og svo er það einn frá Ofra, það er Harlem. Hann er bara svo flottur. Hann er alveg svona dökkberjalitaður einhvern veginn, svona næstum því svartur bara. Hann passa mér bara greinilega rosalega vel vegna þess að ég var með hann á mér þegar ég fór í litun og yfirleitt finnst mér ég mjög hallærisleg þegar ég er búin í litun og er síðan með sama varalitin. Mér finnst ég alltaf þurfa að breyta en hérna, hann passaði bara ennþá fullkomlega. Þannig að hann henta mig greinilega mjög vel. Mjög dökkur, mjög góð, mjög skemmtilegur. Að lokum, eða svona, já, er það Milani VIP varalitinir. Það kom semst ný lína hjá Sleek daginn. Þeir heita eitthvað VIP bla bla lipsticks. Og hérna, allir litirnir eru ótrúlega flottir. Bara, þetta eru, mér minnir 6 litir eða eitthvað svoleiðis. Og mér finnst þeir allir bara sjúklega töff. En þeir sem ég hef notað mest eru Private Booth, sem er hinn fullkomni nude bleiki litur að mínu mati. Svona aðeins út í peach. Svona bleiktóna nude. Ég elska svoleiðis liti. Og svo er það Guest-List sem er svona kóralbleikur einhvern veginn. Bara svona mjög vibrant litur. Rosa sumarlegur. Hlakka til að skarta honum í sumar. En formúlan er semst semi-mött. Þeir endast bara svolítið lengi á og hérna eru að mýkja varirnar um leið.
mæli hiklaust með þessu. Að lokum langar mig að sýna ykkur skartgripi, 2 sem ég hef notað rosa mikið. Það var þessi stelpa sem gerði handa mér skart fyrir nokkrum vikum síðan. Hún heitir Heba og þið finnið hana á Instagram undir Hey by Heba. Hún gerði handa mér nokkra tjókera og alls konar dót sem að ég er sjúklega ánægð með, allt saman. En það sem ég hef notað mest er þessi tjóker hérna, sem að er svona leðurgaur eða vegan leður, ég man það ekki alveg. Og hérna, svo hangir svona steinn neðan úr honum. Hann er mjög flottur bara við kjóla og t-shirts og... Þið vitið hvað ég er sjúk í tjókera og þessi er alls engin undantekning. Bara uppáhalds tjókeri minn. Svo hef ég notað þennan rosa mikið, sem er keðja með hring í miðjunni. Hún gerði líka þennan litla netta sem ég er með. Hún er super klár og ég mæli með því að ég tekkið á henni. Ég skal setja linkana hennar hérna fyrir neðan. Já, þá er þetta nú bara komið. Ég veit þetta var svolítið langt en eins og ég sagði þetta er rosa langt síðan ég gert svona vídeo. Ég er svona bara að komast af stað núna aftur eftir mjög leiðinlegt tímabil. Einhvern veginn allir mínir meilar búin að liggja bara svolítið niðri. En nú er ég bara komin aftur og ég er ekkert að fara í bili. Takk fyrir að horfa og munið að íta á subscribe og endilega kommenti fyrir neðan ef þið hefðu eitthvað skemmtilegt að segja eða leiðinlegt, þið ráðið. Bye!